Góðir áheyrendur, í þættinum núna munum við fjalla sögulegt samhengi tónlistar og trúarbragða. Þeir sem framkoma í þættinum eru þau Sigurður Ingi Jónsson, Salbjörg Sveinsdóttir og Sigurður Ingi Ásgeirsson. Tónlistin úr ýmsum áttum og frá mismunandi tímabilum mannkynssögunnar. Við munum byrja með að hlýða á lag sem ber nafnið Narús og þýðir það nýtt ár á persnesku. Skilgreining á tónlist, eðli hennar og upphafi eru margvíslegar og fara þær helst eftir tíma og þroskaskeiði manna. Í Laxdælu segir að tónlist sé galdur. Í gamalli japanskri króníku frá því 1250 fyrir Krist segir: Upphaf tónlistar má rekja langt aftur í tímann. Erfðavenja hennar mjög gömul. Hreinleiki og skýrleiki tónlistarinnar líkir eftir víðáttu og stærð himinsins. Grísku heimspekingarnir til forna höfðu einnig sitthvað tónlist að segja. 400 fyrir Krist sagði Platón að tónlistin skyldi vera siðbætandi í þágu þegna þjóðfélagsins. Aristóteles fullyrti að listin væri jarnesk opinberun guðlegrar fegurðar og að menn skyldu ástunda músík til að fylla hugan innri ró. Fornleifafundir, goðsagnir og klettaristur eru helstu staðreyndir sem til eru varðandi upptök tónlistarinnar. Til eru pípur og flautur, allt frá eldri steinöld sem var fyrir 30.000 árum og vitna þær notkun mishárra tóna. Hetjuljóð og hjarðsöngur tíðkaðist fram að járnöld 800 fyrir Krist ásamt frumstæðari margröddun. Japanir, Kínverjar, Indverjar og Indónesíubúar og Malajar, Persar og Arabar eiga sína eigin tónlistamenningu og hafa sitt eigið tónkerfi. En athyglisvert að mikið að hljóðfærakosti Evrópu skuli vera runnin frá þessum löndum í austri. Til dæmis gítar sem upprunalega ættaður frá Indlandi. Gregorianskur söngur kristinnar kirkju á einnig rætur sínar að rekja í þjóðlögum og í austurlenskum guðþjónustusöng og hefur haft mikil áhrif á þróun tónlistar á Vesturlöndum, sem hefst það bil 800 fyrir Krist. En allt frá frumkristni hafði hinn svokallaði rómanski stíll verið ríkjandi í tónlist. En hann var einrata söngur. Á 9. öld kom fram fyrsti vísir að nótnaletri og var það tákletur sem kallaðist naumur. Gotneski stíllinn bar hæst í Evrópu á árunum 1200 til 1500, en einmitt á því tímabili prentlistin fundin upp. Nótnaprent byrjaði árið 1476 og eftir það fer þróun í sögu tónlistarinnar að verða örari.
ásamt þróun annara uppfinninga og framfara mannkynsins. Stefnur og straumar líða hjá, svo sem endurreisnartímabilið þar sem tónlistin hlýtur það hlutverk að vera tjáning tilfinningana. Við skulum hlýða á dæmi tónlist frá endurreisnartímanum, verk eftir Ítalían Giorgio Maniero og það enskur dans, leikinn af The Boston Camerata hljómsveitinni. Í kjölfarið kemur barokktíminn þar sem ferill tónskálda eins og Bach og Händel byrjar. Einnig fær á þeim tíma ný geðhrifa stefna útrás í óperuforminu, sem þá að ná sinni fyrstu útbreiðslu. Klassíkin hófst 1770 og rómanska tímabilið tæpri öld síðar með gífurlegan fjölda afkastamikilla tónssnillinga á borð við Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin og marga fleiri. Hér nægja aðeins örfá nöfn. Árið 1877 kom síðan til sögunar uppfinning sem átti eftir að umbylta iðkun og útbreiðslu tónlistar. Það var grammafónn Edisons. Á 20. öldinni fara menn að sækjast eftir nýjum áhrifum í tónlist, til dæmis frá Afríku og Asíu. Sviðið stækkar í sífellu og spannar meira en þjóðlönd og heimsálfur. Það nær yfir heila heimskringlu. Farvegir tónlistar eru fasti liðir í lífi einstaklinga í gegnum nýjustu tækni okkar daga. Stefnur og straumar eru hvaðanæfa að úr veröldinni. Ef við lítum á trúarbrögð mannkynsins í gegnum tímanna rás, samtímis því sem við höfum tónlistarsöguna í huga, þá uppgötvum við nokkrar merkilegar staðreyndir. Sérhver opinberuð trúarbrögð hafa flutt mannkynið inn á nýtt framfarastig og tónlistin þar alls engin undantekning. Eftirfarandi tilvitnun úr bókinni Baha'u'lláh og nýi tíminn eftir J.E. Elsmott útskýrir það nánar. Ef menn kynna sér þróun mannsins eins og hún skráð á spjöld sögunar, verður þeim ljóst að aflvakar allra mannlega framfara eru þeir einstaklingar sem koma fram öðru hvoru og hefja sig yfir víðteknar hugmyndir sinna tíma og uppgötva og boða sannleika sem mannkynið hafi ekki áður þekkt. Uppfinningamadurinn, brautryðjandinn, snillingurinn, spámaðurinn, þetta eru mennirnir sem umsköpun heimsins hvílir fyrst og fremst á. Við finnum fjöldamörg dæmi þennan sannleika í sögu vísindana, tónlistarinnar og annarra lista,
en hvergi verður okkur gífurleg þýðing mikilmennisins og boðskapar hans ljósari en í trúarbrögðunum. Hinn dásamlegasti og leyndardómsfyllsti allra manna, spámaðurinn, hefur í aldanna rás komið fram á tímum andlegu lífi manna hefur hrörnað og spillst. Einn gegn heiminum, án nokkurs sem gæti frætt hann, leiðbeint honum, skilið hann til fulls eða deilt með honum ábyrgð hans. Rís hann upp eins og sjáandi meðal blindra til að kunngera guðspjall réttlætis og sannleika. Miklir trúarbragðahöfundar birtast með nokkura aldamillibili eins og andlegar sólir og eiga þeir drýgstan þátt í að uppfræða mannkynið miðað við það þroska sem gildir á hverju tímaskeiði. Má þar nefna kristna, Abraham, Móses, Sarathústa, Búdda, Krist, Múhameð og nú fyrir það bil 145 árum Bábin og Baha'u'lláh. Athyglisvert að þessi tveir síðastnefndu trúarbragða opinberendur koma fram á þeim tíma þegar mannkynið sér fram á að sameining þess og samstilling sé óumflýjanleg. Áhrif heimshluta á hvern annan eru dagleg. Við fljúgum auðveldlega kring hnöttinn á skömmum tíma. Skiptumst á allskyns upplýsingum á milli heimsálfa í gegnum fjarskiptatæki og gervinetti. Hljómsveitin Dawnbreakers sem Austurrísk mun nú flytja lagið Eine Welt og það þýðir einn heimur og söngkonan Mariam Collard sem einnig samdi texta og tónlist. Eine Welt voller Liebe, voll Verstehen und Harmonie. Alle Menschen werden Freunde, wie Brüder sind sie. Die ganze Erde, eine Heimat ohne Grenzen. Alles das und viel, viel mehr wird einmal sein, so glaube mir. Alles das und viel, viel mehr wird einmal sein, so glaube mir. Mann und Frau in wahrer Einheit, im Körper und im Geist. Ihr Leben ist ein Bund, den keine Prüfung zerreißt. Und sie brauchen nicht viel Worte, ihre Kinder sehen klar. Alles das und viel, viel mehr wird einmal sein, es ist dann wahr. Alles das und viel, viel mehr wird einmal sein, es ist dann wahr. Schwarz und Weiß gehen Hand in Hand, die Liebe ist ihr Band. Alle Völker dieser Erde sind im Herzen verwandt und die Menschen finden wieder ihre wahre Natur. Alles das und viel, viel mehr wird einmal sein, glaube es nur. Alles das und viel, viel mehr wird einmal sein, glaube es nur. Samhengið í þróun tónlistar og trúarbragða skýrist best við nánari söguskoðun. Allt frá fyrstu heimildum opinberun trúarbragða og tónlistariðkun þess tíma.
Fyrstu merki blómaskeið í tónlistarmenningu er að finna í Mesópótamíu á árunum 3500 til 300 fyrir Krist. Hljóðfærakostur þess tíma voru aðalega hörpur, lútur með löngum hálsi, blástursljóðfæri og ásláttartrommur og hristihljóðfæri. 3000 fyrir Krist kom fram í Indlandi guðlegur opinberandi, eða spámaður, það var kristna. Boðskapur hans færði Indverjum nýja siðferðisvitund og menningu. Tónlistarþróun þar í landi komst á hærra svið og tíðkaðist þar aðalega einrata söngur með hljóðfæra undirleik. Það bil 1000 árum fyrir Krist varð Vedamúsíkin til á Indlandi. Þetta eru 4 bækur með tónlist og texta. 5. Vedabókin er fyrsta ritið tónlist á Indlandi og kom hún fyrst fram á sjónarsviðið miklu síðar. Það er 200 fyrir Krist. Þessi tegund tónlistar lagðist þó niður með útbreiðslu islam þar í landi á 14. öld. Þó er hún enn við lýði í suðurhluta landsins. Egyptaland átti einnig sína gullöld á svipuðum tíma og Indland. Það er frá því 3000 fyrir Krist. Margs konar hljóðfærafundir staðfesta slíkt blómaskeið. Tónlistin hafði þróast af byrjunarstigi yfir í listgrein sem notuð var í hofum og musterum á fjölbreyttan hátt. Hljóðfærin voru aðalega hörpur, langflautur, lútur og panflauta, til að nefna nokkur dæmi. Í Kína hófst einnig há tónlistarmenning í kringum 3000 fyrir Krist. Talið er að keisarinn Huang Ti hafi fundið upp letur og tónlist, en þetta er goðsögn hina 5 sögukeisara sem talið er að rekja megi kínverska menningu til. Huang Ti var sá fyrsti af þeim. Í Kína var trúað að tónlistin héldi uppi dularfullum samhljómi milli himins og jarðar. Hljóðfærin voru margs konar. Þar má nefna bambushljóðfæri, strengi, silkihljóðfæri, ásláttarhljóðfæri, gong og bjöllur, ásamt ýmsum blástursljóðfærum. Leiklist og tónlist var sérstaklega í hávegum höfð í Kína 1200 fyrir Krist. Jafnvel var farið að nota þar yfir 100 manna hljómsveitir. Heimildir tónlistariðkun í Grikklandi eru til allt frá 2500 fyrir Krist. Þar var hljóðfæranotkun fjölbreytt, en enginn getur sagt hvernig tónlistin á þeim tímum hljómaði í raun og veru. Grikkir notuðu gríska nótnaskrift og hina svokölluðu grísku tónstiga sem síðan náðu mikilli útbreiðslu Evrópu. Á 7. öld fyrir Krist fundu þeir upp tónvísindi og tónbil. Fáum hér örlítið dæmi gríska tónlist. Það er dans frá Kýpur sem leikinn er á gítar og búsúki, þjóðarhljóðfæri Grikkja.
Á meðan áðurtalin menningarlönd til forna að ná hápunkti blómaskeiðs síns í listum, þá kemur fram annar guðlegur opinberandi í Palestínu, Abraham. Hann var af hebreiskri fjölskyldu og var það í kringum 2000 fyrir Krist sem hann flutti boðskap sinn. Palestína hafði notið góðs af tónlistarmenningu nágranna landana, Mesópótamíu og Egyptalandi. En 1600 til 600 fyrir Krist var þar ný hljóðfæraþróun, sérstaklega á konungatímabilinu, Davíð og Sólómon voru uppi. Þá hafði Móses þegar komið fram með boðorðin 10 og þann siðaboðskap sem hann hafði að flytja mannkyninu. Hann kom fram í Egyptalandi en hann var af hebreiskri fjölskyldu, eins og Abraham. Það var í kring 1300 fyrir Krist. Við hlýðum nú á hebreiskan sálm sem þjóðlag í útsetningu hljómsveitarinnar Dómbreykars. Í kjölfar gyðingdómsins kom fram stétt atvinnutónlistarmanna í musterum, levítar ásamt kórum. Þar voru fluttir sálmar og ljóðasöngur ásamt upplestri. Þekktastir eru Davíðssálmarnir. Hljóðfæramúsík var einnig iðkuð og voru þá aðallega notuð löng horn, hörpur og trompettar. Svipað leyti, það 750 fyrir Krist, þá kom fram trúarbragðahöfundur í Persíu, Sarathústra, og náði trú hans útbreiðslu á stuttum tíma í landi hans. Ekki leið á löngu þar til annar spámaður kom fram í Indlandi, Buddha, og var hann uppi á árunum 560 til 483 fyrir Krist. Tónlistin hélt áfram á þróunarbraut sinni á áðurtöldum landsvæðum, auk þess sem hún fór að ná meiri útbreiðslu í öðrum löndum. Í Rómaveldi
bar tónlistariðkun hæst frá því 1000 fyrir Krist og fram til 500 eftir Krists burð. Þar fóru aðalega fram áframhald á tónvísindum Grikkja, en til sögunar komu kórar, sviðsmúsík og afþreyingarmúsík. Má þar nefna sirkustónlist sem var iðkuð í kringum árin 50 eftir Krist. Málmblásturshljóðfæri þróuðust mikið á þessum árum. Enn einn guðlegur opinberandi kemur fram í Betlehem í Júdeu, Kristur, og allur fjöldi tónlistarverka sem kemur í tímanna rás eftir það alveg ótölulegur, sérstaklega í Evrópu. Hófst það með einrata söng frumkristninnar og náði stigi stórkostlegra snilldarmennsku, til dæmis á tímum Bach og Hendels. En þá hafði þegar komið fram trúarbragðahöfundur í austri, nánar tiltekið í Arabíu, árin 570 til 632. Þessi trúarbragðahöfundur var Múhameð. Múhameð átti eftir að gjörbreyta líferni og siðferði fólks í Arabíu og gjörvöllu nágrenni. Því það hafði sokkið niður í fáfræði og fordóma á flestöllum sviðum. Hér munum við aðeins staldra við og hlýða á arabíska tónlist. Það er leikið á hljóðfæri sem nefnist út. Það er forn arabísk skammhálslúta af persneskum uppruna. Hljóðfæris heitið lúta er einmitt komið af þessum orðstofni. Islam, þau trúarbrögð sem Múhameð stofnaði, hafði ýmis menningarleg áhrif á Evrópu og Vesturlönd. Efnafræði, stjörnufræði, landafræði og siglingafræði náðu miklum framförum fyrir tilstilli leiðandi múslima á miðöldum, þegar evrópsk menning var í lægð. Tónlistin fékk einnig sinn skerf síðar meir, en í löndum Araba var hún bönnuð, þótt Múhameð sjálfur hafi hvergi minnst á það í Kóraninum. Þar er ekkert að finna sem mælir gegn tónlistarflutningi.
Átrúendur hans ákváðu það sjálfir eftir dauða hans að tónlist, og þá sér í lagi hljóðfærar músík, væri forboðin ánægja, tengd spillingu og ólifnaði. Bænakall Múhameðs trúarmanna má þó iðka, því það er í þeirra augum ekki tónlist, þó svo því svipi svolítið til sálmasöngs gyðinga. Lagið Lonely People sem hljómsveitin Dawnbreakers mun nú flytja fjallar einmitt þá spámenn sem framkoma öðru hverju í tímanna rás til að uppfræða mannkynið. Messengers of God came down to earth to bring us the message of love. Moses came down to tell us to believe in God. Moses came down to tell us to believe in God. Believe in God every day, believe in God in every way. Buddha came to tell us to be purified. Buddha came to tell us to be purified. Purified every day, be purified in every way. Jesus Christ came to tell us to love. Jesus Christ came to tell us to love. Love neighbors every day, love Him in every way. Muhammad came to tell us to obey the laws. Muhammad came to tell us to obey the laws. Obey the laws every day. Obey the laws in every way. And the Bab came to tell us that the one would come. And the Bab came to tell us that the one would come. And the one would come. The promised one would come. Baha'u'llah came to tell us to be unified. Baha'u'llah came to tell us to be unified. Be unified every day. Be unified in every way. Who are we, lonely people of the world? Who are we, lonely people of the world? The messengers of God came down to earth to bring us the message of love. To bring us the message of love. To bring us the message of love. Saga tónlistarinnar í Evrópu á næstu öldum er flestum kunn.
Því að í tímanna rás kom hver tónsnillingurinn eftir annan fram á sjónarsviðið. Tónlistarsköpun þeirra var óviðjafnanleg, bæði fyrr og síðar. Einnig náði túlkun á tónlist og atvinnumennska í hljóðfæraleik miklu meiri útbreiðslu en áður. Tónlistamenntun fór að vera almennari, auk þess sem tónlist 17., 18. og 19. aldar virtist eiga endalausan gnægtarbrunn af fegurð allt fram á okkar daga. Uppfinningar og framfarir þessa tíma urðu einnig hraðari og fjölbreyttari en nokkrum sinni áður. Samtímis því að allar þessar stórvægilegu framfarir mannkynsins ættu sér stað, þá kom fram í Persíu 2 guðlegir sendiboðar með örstuttu millibili. Bábinn sem opinberaði boðskap sinn árið 1844, hann boðaði komu nýs heimsfræðara, Baha'u'llah, sem opinberaði sinn boðskap árið 1863. Bábinn var tekinn af lífi á almenningstorgi í Tabrís í Persíu og fylgjendur hans allstaðar ofsóttir í landinu, hvar sem til þeirra náðist. Baha'u'llah var sendur í útlegð og langvarandi fangavist, fyrst í Bagdad, síðan í Konstantínópel og þá í Adrianópel sem nú er í Búlgaríu og loksins í Akka í Ísrael. Óvinir þessara nýju trúarbragða ætluðu sér að uppræta gjörsamlega boðskap þeirra, en þessar ofsóknir megnuðu það ekki, heldur urðu þær fremur til þess að efla þróun trúarbragðanna. Næsta lag sem við heyrum heitir Fruits of One Tree og er flutt af hljómsveitinni Dawnbreakers. Þar segir í stuttu máli af sögu Baha'i trúarinnar og er einnig vitnað í boðskap Baha'u'llah þar sem hann segir: Þér eruð öll ávextir eins trés og öldur eins sjávar. Þið eruð öll blóm í einum garði og áhænið hér við mannkynið af hvaða kynþætti eða uppruna sem fólkið er. In 1844 in the city of Shiraz, a new and wondrous message was sent down from God. A young Persian man by the name of the Bab proclaimed that the promised one of ages was due to come. Ye are all the fruits of one tree, ye are all the waves of one sea. The day has come when all men must live as one. Ye are all the flowers of one garden and the waves of one sea and the leaves of one tree. But then in 1863 a Babi of much fame in the garden of Rizwan near Baghdad did proclaim that he was the promised one foretold by the Bab, and henceforth he was known as Baha'u'llah, the glory of God. Ye are all the fruits of one tree, ye are all the waves of one sea. The day has come when all men must live as one. Ye are all the flowers of one garden and the waves of one sea and the leaves of one tree.
flowers of one garden, and the waves of one sea, and the leaves of one tree, and the flowers of one garden, and the waves of one sea, and the leaves of one tree, and the flowers of one garden. Baha'u'llah, stofnandi Baha'i trúarinnar, kennir að það sé aðeins einn Guð og boðbera Guðs hafi allir kennt eina og sömu trúna og sniðið hana að þörfum þess sérstaka þjóðfélags sem þeir töluðu til á hverjum tíma í sögu mannkynsins. Þetta er þróun trúarbragðanna og mannkynsins öld fram af öld og gerir grundvöllinn fyrir einingu mannkynsins. Því að allt fólk jarðarinnar, bæði menn og konur, eru jöfn fyrir augliti Guðs. Ýmsar tilvitnanir tónlist er að finna í ritum Baha'i. Munum við lesa nokkrar þeirra hér. Þær eru eftir Baha'u'llah og sýna greinilega að tónlistin er í hávegum höfð í þessari nýju trúarúthlutun okkar daga. Syngið, ó þjónar mínir, vers Guðs, sem þér hafi fengið til handa, eins og þeir syngja þau sem nálægir eru honum, svo að sætleiki söngs yðar megi tendra þína eigin sál og laða að hjörtu allra manna. Vér höfum gert tónlist að stiga til að sálirnar megi stíga upp til ríkja hæðana. Breytið henni ekki í vængi sjálfs og ástriðina. Ég leita verndar Guðs að þér séuð ekki af þeim fáfróðu. Sonur Baha'u'llah, Abdul-Baha, skrifaði einnig tónlist, auk þess sem hann hélt fyrirlestra varðandi margvísleg efni. Þar á meðal tónlistina, segir hann. Tónlistin er ein af mikilvægustu listgreinunum. Hún hefur mikil áhrif á mannsandan. Hljómfegurð tónlistar er vissulega eitthvað sem sannað er að séu tilfallandi einkenni loftkendra svifna. Því rödd er ekkert annað en tjáning svifna, sem þegar þær ná hljóðhimnunni, þá hafa þær áhrif á heyrnartaugarnar. Hljómandi laglínur eru þess vegna þessi sérstöku áhrif sem sveiflur framleiða. Samt sem áður hafa þær hinn næmustu áhrif á andan. Meðal vissra þjóða Austurlanda var tónlist talin ámælisverð, en á þessari nýju öld hefur hið opinberða ljós lýst því sérstaklega yfir í helgum töflum sínum að tónlist, sungin eða leikin, sé andleg næring sálar og hjarta. Hvað svo sem býr í hjarta mannsins, þá geta laglínur hrært það og vakið. Ef hjarta sem fullt er af góðum tilfinningum og hrein rödd eru tengd saman, þá valda þau miklum áhrifum. Til dæmis, kærleikur í hjarta vex við hljómfegurð, þar til magni hans getur tæplega verið haldið niðri. En ef illar hugsanir eru til staðar í hjarta, svo sem hatur, þá mun það aukast og margfaldast. Til dæmis, tónlist sem notuð er í stríði vekur upp löngun til blóðsúthellinga. Merkingin er að laglínur gera það að verkum að hvers konar tilfinningar sem í hjörtunum eru aukast. Sumar tilfinningar eru tilviljunarkenndar og sumar hafa grundvöll. Til dæmis er sumt fólk að eðlisfari góðlynt, en það getur fyrir tilviljun verið gripið reiði bylgju. Ef það heyrir tónlist, þá mun hið sanna eðli koma fram. Í reynd vekur tónlistin hið raunverulega, hið náttúrulega eðli, hinn innri kjarna.
Í hvaða tilgangi sem þið hlustið á tónlist, þá mun sá tilgangur aukast. Til dæmis, ef tónleikar eru haldnir til ágóða fyrir hina fátæku og ógæfusömu og ef þið eruð að hugsa tilganginn, þá mun tónlistin efla samkennd ykkar og gjafmildi. Þetta er ástæðan fyrir því að tónlist er notuð í stríði og þannig er það með alla hluti sem valda spenning í taugana. Abdu'l-Baha segir einnig að tónlist sé mikilvæg tæki til menntunar og framþróunar mannkynsins. Eftirfarandi tilvitnanir fjalla að mestu leyti uppeldislegt gildi tónlistarinnar og að tónlistarmenntun ætti að vera sjálfsagður réttur hvers barns. Tónlistin er guðleg og áhrifamikil. Hún er fæða sálarinnar og andans. Andi mannsins upphefst fyrir tilstilli styrks og yndisþokka tónlistarinnar. Hún hefur undursamlegt vald og tilverkun á hjörtu barna, því hjörtu þeirra eru hrein og hljómfegurðin hefur mikil áhrif á þau. Hinir duldu hæfileikar sem hjörtu þessara barna eru gædd munu fá útrás í gegnum tjáningarmiðil tónlistarinnar. Því þurfið þið að reyna að fremsta megni að stuðla að færni þeirra. Kenna þeim að syngja með yfirburðum og áhrifum. Það er skylda hvers barns að vita eitthvað tónlist, því að án þekkingar á þeirri list geta menn ekki réttilega notið hljómfegurðar og rattar. Eins og það er nauðsynlegt að skólarnir kenni hana til að sálir og hjörtu nemendana verði lífguð og kælt og líf þeirra verði tendrað af ánægju. Að lokum munum við enn vitna í orð Abdu'l-Baha og þau eiga mjög vel við á þeim tíma sem við lifum nú á. Tónlistin þarf að ná hæsta stigi framfara, því að þetta er ein af hinum stórfenglegustu listum og á þessari dillegu öld drottins einingarinnar er það ákaflega nauðsynlegt að ná snilldatökum á henni. Samt sem áður skyldu menn leggja sig fram að öðlast stig listrænnar fullkomnunar og ekki vera á meðal þeirra sem skilja við ólokin verk.